Hjalti Bjarnason, Tak og bíllinn. Tak og bíllinn. Hjalti að kljást við flókatrippi. Flestar taksagnanna voru í stundinu okkar, bíllinn 5. mars 1978. Hjalti samdi taksögurnar og teiknaði myndirnar á árunum 1975 til 1979, þá 5 til 10 ára. Hérna sjáum við bíl vondu geimverunar. Hann pústar og pústar út í loftið. Eins og þið sjáið þá eru hér þýðingar sjónvarpsins yfir á sænsku og á ensku. En við lesum bara íslenskuna núna. Tak segir vondu geimverunni að það megi ekki vera svona mengun. Þú verður að gera eitthvað við þessu vonda. Sjáðu hvernig ég leysi þetta á mínum bíl. Ég læt allt pústið fara ofan í stjörnuna. Þá mengast ekki neitt. Vonda hlær. Vrahaha, ég kann ráð við því. Ég set bara stóran korktappa í pústurörið. En vonda athugaði ekki að þá komst pústið hvergi út. Allt sprakk. Þá kemur efnasérfræðingurinn til Taks og segir: Þú mátt ekki láta allt pústið fara ofan í stjörnuna. Þú mengar hana allt of mikið. Þú verður að búa til eitthvert efni úr pústinu. Tak tekur mótorinn úr bílnum sínum og fer með hann inn á efnarannsóknarstofuna. Tak býr til vél sem breytir pústinu í annað efni. Tak: Mér tókst það. Tak fer nú að prófa efnið. Tak: Það er mjög skrýtin lykt af þessu. Það er heitt þarna inn í gufunni. Tak er einmitt með kvefstíflu og kvefið rennur úr honum þarna inni. Tak: Ég er búið til efni sem losar stíflu úr nefinu. Tak: Heyrðu, kvefgeimvera, viltu ekki prófa nýja efnið mitt? Kvefgeimveran fer inn í gufuefnið og ætlar að bíða þar í smá stund. En þegar hún kemur út aftur, er hún miklu kvefaðri en hún var. Hún snýtir sér og hóstar ógurlega. Tak: Þetta er nú ekki nóg gott. Mér hefur alveg mistekist. Þetta er alveg ómögulegt efni. Hvað eigum við að gera? Taki dettur í hug að setja pústurör út fyrir gufuhvolfið Örom og þá mengast ekkert á stjörnunni. En pústurörið brotnar og dettur ofan og þakið á bílnum hans Taks. Tak fer þá til nornarinnar og hún lofar að búa til vél sem breytir pústinu í ekki neitt. Nornin fer nú til geimgaldrakarlsins. Hann býr í löngum mjóum helli. Hann galdrar vél sem eyðir pústi. Hókúsi, bókúsi, fíli, rókúsi, garla. Ógurlegur hvinur heyrist. Svo fer nornin með vélina heim. Daginn eftir kemur Tak og sækir vélina. En þegar hann kemur heim til sín og athugar vélina, virkar hún ekki. Tak ákveður að fara aftur til nornarinnar að kvarta. Tak: Þetta er alveg ómöguleg vél, vitagagnslaus. Þegar ég var að athuga hvort vélin væri í lagi,
varð pústið meira og meira og ég var alveg að kafna. Nornin: það þýðir ekkert að rífast við mig. Þú verður að tala við galdrakarlinn Garla. Takk, hvar á hann heima? Nornin: í hellinum handan dimma skógarins. Takk, þangað þori ég ekki. Hvort viltu heldur deyja úr hræðslu eða mengun? Takk fer gegnum dimma skóginn. Takk, ég vil hvorki deyja úr hræðslu né mengun. Takk fer skítræddur inn í helli galdrakarlsins Garla. Ógurleg dularfull hljóð heyrast. Leikhljóð. Krá, krá, Þetta hræðilega garg kemur úr fuglinum. Loks hittir Takk galdrakarlinn og segir: sæll, Garlakarl, heyrðu, vélin var alveg ónýt. Geturðu ekki látið mig fá aðra? Ég þarf svo mikið að nota hana. Annars verður svo mikil mengun á stjörnunni okkar. Krá, krá, músata, masata, búsata, bísata, segir galdrakarlinn. Takk, já en herra Garla, Takk að verða að mús. Þetta fuglinn að hlæja. Galdrakarlinn setur Takk í búr. Þegar galdrakarlinn les í galdrabókunum, les Takk mús með. Hann lærir þessa galdraþulu til að breyta pústi í ekki neitt. Onga dinga bom bom dinga danga song. Hann lærir líka þulu til að breyta sér aftur í geimveru. Nú galdrakarlinn ekki heima. Takk lærir eina þulu sem minnkar hann helming og hann ætlar að skríða út á milli rimlana á búrinu. Hann komst út úr hellinum og hljóp til nornarinnar. Hún segir: Takasa, stórasa, aftasa. Takk, þakka þið kærlega fyrir, fröken Norn, en nú ætla ég að fara heim að galdra. Á heimleiðinni æfir Takk sig á galdraþulunni. Onga dinga bom bom dinga danga song. Onga dinga bom bom dinga danga song. Þegar Takk kemur heim og ætlar að gera pústið að engu, rugglast hann í galdraþulinu og segir: Inga binga, nei, onga dinga song, song dinga danga bom. En þá varð bara meira púst. Hvarf svo helmingurinn af bílnum. Þá fór Takk með galdraþuluna svona: dinga dinga song, onga dinga bom bom. Hann gat alls ekki munað hana rétt. Þá birtist allur bíllinn aftur og allt pústið hvarf. En þá sá hann að mótorinn pústaði öllu inn í bílinn í staðinn fyrir út. Aumingja Takk. Takk varð svo reiður að hann ýtti bílnum í ána. Takksögur.
barn semur handa börnum.